Og sem fyrr þá ætla ég að undirstrika að allir fundir á vegum Raddafólksins eru friðsamlegir. Ég á nú ekki vonað að við förum að slást hérna, en ég vil alltaf taka þetta fram því að lögreglan kenndi mér það. Ég gleymdi því einu svona Austurvelli. En það verður aldrei sagt nægilega oft að á bakvið þessa fundi þá er ekki nein stjórnmála, hagsmuna eða trúarsamtök. Heldur er þetta ólaunað framlag tilkomið vegna mannréttindabrota á heilli þjóð í þessi tilfelli. Og allur kostnaður við fundi Raddafólksins eru sem sagt greiddir með framlögum gesta eða kemur úr fundagesta og í þessu tilfelli er ekkert farið fram á neitt slíkt því að þetta er bara samvinna hérna við kaffihúsið eða hornið. En við stöndum andspænis stjórnkerfi sem er hrunið í flestum öllum skilningi þess orðs og við höfum að mestu mist tiltrú á því fólki sem hefur boðið sig fram til starfa fyrir okkur. Óheiðarlegir og óvandaðir menn geystust hér allar fjárhirslur okkar og tæmdu og stálu eigum okkar. Þetta fólk brást okkur og þess vegna erum við jú hér. Spurningin í dag er þessi: er það rétta leiðin að við fólkið í landinu tökum málin í okkar hendur og leggjum nýjan grunn að samfélagi okkar án tilkomu íslenskra stjórnmála og valdastétta? Að við lítum í eigin barm og komum á okkar stjórnlagaþingi og semjum stjórnarskrá án beinna afskipta stjórnmálamanna sem réttilega eru rúnir öllu trausti. Og á þessum mánuði við ætlum að halda nokkra fundi hérna, 3 eða jafnvel 4 sunnudaga í röð. Og ég ætla að bjóða fyrsta ræðumanninn Pál Skúlason velkomin. Gjörðu svo vel, Páll. Tala nálægt þessu, já, ég skal. Hérna, ég var nú að byrja á að segja ykkur það að þegar var haft samband við mig fyrir 3 dögum og ég beðin að tala hér á fundi hjá Röddum Fólksins, þá gerðist það bara rétt á eftir að ég misti röddina. og hérna, ég veit ekki hvort þetta er tákgrænt eða eitthvað svoleiðis, en sem sé ég fekk svona hæsi og er svona að vinna mig út úr henni núna. Heyrirðu Þorkell hérna? Séð. Já. Nú, en hérna, ég vil nú byrja á því að þakka fyrir það að fá að koma hérna og reifa lítið hugmyndi mínar það efni sem að okkur liggur öllum á hjarta. Og yfirskriftin sem ég gaf nú þarna á stundin í símtali þegar ég tók þetta að mér á þess að hafa nokkuð hugsað það nánar, hún var einfaldlega þessi: nauðsyn þess að rækta ríkið. Og hún sprettur að því að ég held að ef við ætlum að ræða stjórnarskrá og stjórnlaga þing og annað í þeim dúr, þá sé okkur mjög nauðsynlegt að horfa á málið í svolítið frá víðum sjónarhóli og tengja það við okkar stjórnmál og stjórnmálaumræðu eins og hún hefur verið hér síðustu áratugi. Og við þurfum að tengja það sérstaklega við þá stofnun sem að skiptir okkur hvað mestu máli í samfélaginu, nefnilega ríkið sjálft, og koma þannig að umræðunni nýja stjórnarskrá sem sé út frá sögunni og síðan náttúrulega mjög mikilvægt núna ekki síst í ljós í kjölfarið á rannsóknarskýrslunni ágætu sem að við öll höfum verið að hugsa að tala og lesa núna undanförnu, að þá förum við að horfa meira til framtíðarinnar og nýta þann efnivið sem þar er til þess að reyna að ná áttum og leggja grunn að framtíðinni. En áður en ég ætla að tala hér í svona cirka 20 mínútur, svolítið frjálslega og er með nokkra punkta, og ég skipti þess í 3 þætti.
Ég ætla að segja örlítið fyrst um stjórnmál almennt, svolítið stjórnmál og stjórnmálaumræðu sem ég sem skipta máli að hafa í huga þegar menn að ræða þau mikilvægu mál sem við erum að ræða núna. Í öðru lagi ætla ég að fara örfáum orðum ríkið og þann vanda sem að okkar ríki í þessar mundir og loks í lokin að koma að nokkrum atriðum varðandi stjórnarskrána sjálfa. Og þetta er auðvitað gífurlega yfirgripsmikið efni og segir sér sjálft að ég tæpi bara á nokkrum hugmyndum og þetta kallar allt á nánari skýringu. En áður en ég sný mér að fyrsta hlutanum að þá ætla ég að gera eins og þeir segja hérna í Spaugstofunni, en fyrst þetta. Og fyrst þetta sem ég ætla að segja þetta, það eru fjórar staðhæfingar sem að mér finnst að við dunið á okkur síðustu áratugi og sem að tjáð þá hugmyndafræði sem hefur drottnað hér yfir okkar samfélagi og raunar yfir stórum hluta Vesturlanda og reyndar margir hafa reynt að sporna við og ráðast gegn á síðustu áratugum en allar gagnrýnisraddir hafa verið þaggaðar niður. Og þessar fjórar staðhæfingar ég ætla bara að nefna þær og síðan ætla ég að nefna þær staðhæfingar sem það eiginlega þau boðorð sem þurfa að leysa þessi vondu boðorð eða reglur af hólmi. Fyrsta staðhæfingin öll mannleg samskipti eru viðskipti, mestu skiptir eignast peninga, sem flest á að vera í einkaeign og samkeppnir ávallt af hennu góða. Þetta tel ég vera svona samandregin þann boðskap sem að svokölluð markaðshyggja sem hefur verið ríkjandi hugmyndafræði hefur reynt að tróðast alveg látlaust inn í okkur. Og gegn þessari markaðshyggju sem að enn drottnar yfir okkar hugmyndaheimi og samfélagsumræðu og það mjög auðvelt að sjá það í dagblöðunum og hvar sem menn eru að tala þá kemur þetta alltaf upp aftur og aftur eitthvað efnahagslegt, peningarnir, auðurinn og svo framvegis. Það er eins og efnahagsmálin séu komið alltaf númer 1, 2 og 3 og það með öllum öðrum þáttum í samfélaginu ítt til hliðar. En gegn þessari speki sem vond og sannarlega röng þar að auki, að þá þurfum við að finna nýja leiðir til að rækta mannleg samskipti, ekki bara eigin viðskiptum. Við þurfum ekki að hugsa mest það að eignast peninga, heldur að reyna að stuðla eigin þroska á annarra og við eigum ekki að vera alltaf að hugsa það að reyna að skipta hlutur á milli okkur, heldur að reyna að læra að eiga hluti saman og fara með hluti saman það snúast stjórnmála að mjög miklu leyti. Og við þurfum að í stað samkeppninnar að efla með okkur samstarfsanda. Þetta var svona smá inngangur af hugmyndalegu tagi og nú vík ég mér hratt í fyrsta hlutan og þá finnst mér mjög mikilvægt að þegar við tölum stjórnmál að við gerum okkur fyrir hvað við erum að tala stundum tala menn eins og stjórnmál séu allt milli himins og jarðar. Stjórnmál eru í mínum huga og það er þannig sem við eigum að umgangast þau að tala eða stunda stjórnmál. Stjórnmál eru opinber umræða sameiginleg mál okkar. Hvernig við viljum halda utan þau mál sem varða okkur öll sameiginlega með einum öðrum hætti. Og þetta merkir það að stjórnmál alls ekki stunduð allstaðar í öllum samfélögum. Þau eru ekki stunduð í alræðisríkjum með mjög takmörgu leyti, þau eru eða einræðisríkjum og ég gæti flutt nokkur rök fyrir því að hér á Íslandi hafi stjórnmál ekki verið stunduð með neinum viðunandi hætti síðustu áratugi. Ef þau hafa einhvern tíma verið stunduð hér með viðunandi hætti sem ég efast reyndar Þannig að verkefnið að stunda stjórnmál, við stöndum frammi fyrir því að hefja það með skipulögðum hætti. Og til megin forsenda þess auðvitað að við höfum einhvern vettvang. En hvar sem við komum saman á opinberum vettvangi eins og hér, þar sem að opin öllum til að koma, þá og tökum til mál sem okkar sameiginlegu mál, þá erum við að stunda stjórnmál. Stjórnmál ekki bara stunduð af stjórnmálamönnum eða stjórnmálaflokkum eða inn á Alþingi. Ef svo væri þá væri búið að stela stjórnmálunum frá okkur. Og mér hefur sagt að stundum fundist það á síðustu áratugum og talað það að það sé eins og að stjórnmálunum hafi verið stolið frá fólkinu. Þetta var fyrsta sem ég vildi nefna. Umræða okkar Íslendinga stjórnmál, hún hefur 3 held ég megin einkenni sem ég ætla bara að nefna, sem eru bæði, eða kannski áður en ég nefni þessi 3 einkenni, þá kannski rétt að ég nefni það að stjórnmálaumræða,
hún á sér stað á mörgum plönum. Sameiginleg mál, við getum að ræða eitthvað sameiginleg mál sem brenna á okkur hér og nú, eitthvað sem við þurfum að taka, sem varðar okkur öll bara hér og nú, sem við verðum að bregðast við, og einhver dagleg áhyggjumál. Þetta er eins og Icesave-máli var þetta stóra mál sem allir töluðu í hvað 6 mánuði og eiginlega gátum lítið talað annað sem var eitthvað aktúelt. Síðan þegar stjórnmála umræðu, það skipti mál að ræða stjórnmálamennina, dygðir þeir og lesti, við Íslendingar erum mjög duglegir við það að tala stjórnmálamenn, og svo tölum við ákvarðanir stjórnvalda og við höldum að þegar við tölum eitthvað svona þrennt, þá sé stjórnmála umræðan tæmd. En þá raunverulega, ef við förum aðeins dýpra, þá snýst stjórnmála umræða stefnu stjórnmálaflokka, ef við förum aðeins undir það, þá snýst það hver eru þessi sameiginlegu mál. Þau eru breytileg frá tíma til tíma og hvernig ætlum við að skilgreina þessi sameiginlegu mál sem stjórnmála snúast og svo það stjórnskipunin eða ríkið sjálft sem við ætlum sem að stjórnarskráin fjallar að ræða það stjórnmála umræða og dýpsta lag stjórnmálegar umræðu snýst þennan veruleika sem við kallum samfélag. Og samfélagið er allt það reglukerfi og allar þær stofnanir sem við höfum komið á laggirnar, þjóðin, einstaklingarnir, fjölskyldunar, hóparnir, mennirnir, fólkið sjálft, til þess að halda utan okkar sameiginlega veruleika. Og samfélagið er sífellt í mótun og endursköpun af okkar eigin frumkvæði. Og það, hvernig við viljum hafa það, þurfum við að stöðugt að ræða. Það er engin endanleg mynd til á mannlegu samfélagi. Þetta er stöðugt verkefni. Nú, þetta var stjórnmálin. Ef ég sný mér þá að næst örlítið að ríkinu, titillinn hjá mér nauðsynlegs að rækta ríki felur í sér að ég tel að við höfum vanræktað með hörmulegum hætti og það er að segja við höfum ekki hugsað að setja þau lög og reglur og byggja upp þær stofnanir sem við þurfum á að halda til að halda utan okkar samfélagslega veruleika með öruggum og réttlátum og sanngjörnum hætti og þetta þarf að geta fjölyrða neitt og hér held ég að hér get ég sem sé til þess að því að tíminn við erum eiginlega hér að leggja upp til umræðu, þá verð ég bara að nefna eitthvað ákaflega smátt sem að svona einkennir íslenska ríkið og ég held að ég byrja á því menn er ofta að spyrja það af hverju eiginlega fórum við svona illa út úr þessu, akkur var ríkið svona illa búið eins og skýringin á þessu að mínum dómi í fæstum málum svo að við höfum ekkert verið að sinna uppbyggingu ríkisins eins og við höldum við höfum verið að gera. Við höfum verið að sinna, ég má orða það svo, við höfum verið að sinna uppbyggingu ríkisvaldsins. Með mikilli einföldun þá held ég að ég færa mjög sterk rök fyrir því að það sé stinns best að horfa á ríkið út frá tveimur sjónarmiðum. Það er að segja annars vegar er ríkið það safn af reglum og siðum og hefðum sem að við þjóðfélaga hópur fólks sem að deilir lífinu, myndar einhvers konar heild, hefur til að halda utan sín sameiginlegu mál. Og þannig verður í öllu mannlegu samfélagi einhver vísir að ríkið til alltaf. Það er eitthvað, þetta sem tekur á sig ýmiss konar formi. Það er eitthvað sem er svona sameiginlegur, siðferðilegur kjarni sem fjallar það hvernig við erum sátt við að taka ákvarðanir í okkar sameiginlegum málum eða eigum að vera sátt við það. Og þetta er það sem lítur að stjórnskipuninni. Þarna eru þau gildi og svona þær aðferðir sem að við erum nokkurn veginn sátt við að nota til að halda utan okkar sameiginlega mál og leiða okkar sameiginlega mál til lykta. Síðan er hin hliðin á ríkinu sem að er þessi valdslið að stofnununum þessum á grundvelli þessa ríkisins stjórnskipunar felum við síðan ákveðnum stofnunum eða embættum að fara með ákveðin mál í umboði okkar sem sé umboði þeirra sem að mynda þetta samfélag. Og þá verður til þetta svona embættismannakerfi, það verður til stofnanir, þjóðhöfðingi, alþingi og svo framvegis sem er að vasast í hinum á þessum málum. Það sem hefur einkennt okkur í fæstum orðum það er það að við höfum aldrei lagt okkur Íslendingar eftir því að virkilega að hugsa grunninn að því hvernig við vildum hafa ríkisvaldið. Og stjórnarskráin frá 1874 sem við fáum frá konginum, hún í grundvallaratriðum eins og það eru og eins og þið viti, og ég þarf ekki að fara að endurtaka það
að Alþingi hefur verið þess algjörlega vanmegnugt að fara í róttæka endurskoðun á stjórnarskránni sem var samþykkt 1944 og það eru allir sammála það, það eru gífurlegast miklir ágallar og hérna ég get ekki farið út í það hér en nefni bara einn ágalla sem ég held að skipti miklu meira máli heldur en menn átt að segja á og hafi skipt máli fyrir það hvers konar stjórnmál hafa þróast í þessu landi og það er ráðherravaldið. Ráðherravaldið er miklu meira og hrikalegra í okkar samfélagi, í okkar pólitíska veruleika heldur en í löndunum í kringum okkur. Og þarna sem sé eru ótal dæmi það hvernig ráðherrar hafa misbeitt valdi sínu og komist upp með það. Og samkvæmt stjórnarskránni til dæmis þá er ekki ríkisstjórn í þessu landi eins og þið vitið. Það eru bara ráðherrafundir, ráðherrarnir hafa alveg hrikaleg völd. Og nú get ég tekið nokkur dæmi það hvernig að Alþingi hefur á síðustu 20 árum flutt aukið vald þetta ráðherravald. Og þetta veldur því að það verður og þannig að ráðherrarnir hafa farið að geta gert alls konar hluti án þess að ræða við kóng eða prest. Ég bara nefnt eitt lítið dæmi fyrir ykkur sem ég þekki hansi vel sjálfur. Það eru lög háskóla 1997. Þá eru menntamálaráðherra fært vald til að stofna háskóla eins og honum sjálfum sýnist. Án umræðu án þess að ræða við nokkurn mann. Og hann bara nýtti síðan það vald. Og það var ekki hægt að fá umræðuna. Það var útilokað. Jafnvel þó maður reyndi þeir sem að stóðu á vettvangi fengu enga umræðu er skynsamlegt að fara að stofna þennan skóla eða hinn. Og svo framvegis. Umræðum háskólamál á Íslandi, hún er engin af því að valdið hefur ekkert viljað hafa þá umræðu uppi. Og þegar við verðum að mjálma upp í háskólum einhverja breytingar, þá er bara okkur sagt að þið skulle bara gæti ykkur á því hvað verðið nú ekki að reyta okkur reiði hérna, sko, við erum góðir við ykkur líka, sko. Nú, en þetta veldur því að það sem er spennandi fyrir stjórnmál, það er að komast í þessar ráðherravöld. Þetta er það sem að pólitíkin snýst þess vegna hafa stjórnmálaflokkarnir aldrei vilja hrófla við stjórnarskránni vegna þess að það eru völdin sem eru þarna sem sækjast eftir og síðan við þekkjum það öll og vitum það að fyrirgreiðslupólitík hefur grasserað á Íslandi og gerir enn. Og rétt í morgun eða við hlusta á Dag Eggertsson með spjalli við Ævar og Ágúst Þór, þá var hann ennþá að tala með við erum nú að reyna að breyta þessu nánast að þessum hrikalega ósið hjá íslenskum þeim sem komast að valda á Íslandi að vera alltaf að umbuna eða útluta gæðum til sinna gæðingar, sko. Sem sé fyrirgreiðslupólitíkin, hún því miður, hún hefur aukist og styrt þvert ofan í það sem að við héldum að myndi gerast í siðuðu þjóðfélagi. Nú, síðan er eitt annað áður ég sný mér að loka kaflanum í þessu sem ég vildi kannski nefna, sem er það að og sem er einhverju leyti kannski skýringin á þessari ferlega vondu þróun. Stjórnarskráin og stjórnkerfi er erlend, við höfum aldrei hugsað það er ég búin að segja. En það er annað sem fylgir því að hafa verið nýlenda. Og það er minnumáttakennd, það er vanmáttakennd og veist andúð á valdinu, ríkisvaldinu og þar með á ríkinu. Og það er djúpstæð andúð og liggur við að segja alltaf því stundum eins og hatur hjá Íslendingum á allt sem lítur að ríkinu. Áróðurinn gegn ríkinu er búin að vera frá því við stofnum þetta lýðveldi alveg stanslaus. Alveg að tala illa ríki og ríkisstarfsmenn, þetta er eitthvað sem við þekkjum öll. Það er landlægt hjá okkur. Og þannig að við höfum verið að reyna, og þar með sem sé, hvernig vaksa hér upp eða þróast í okkar landi, sko ósiðir, eins og þeirra það sé nána sporta svíkjundan skatti eða næðindur. Það sem sé neikvæða afstafa gagnvart hinu opinbera. Og þetta er miklu verra hjá okkur heldur en ég þekki nokkru öðru landi sem ég þekki til. Þetta er alveg ferlegt og þetta er eitthvað sem verðum að gjörsamlega breyta, sko. Og þetta tengist við einhvern veginn að ríkið er okkur framandi og nánast lítum á það eins og bara illvilja. En það sem við áttum okkur kannski ekki á, borgarinni sem höfum þessa afstöðu, það er að þeir sem fara sem er ríkisvaldið,
þeir auðvitað eru smitaðir af þessari sömu afstöðu. Og þar með kemur upp þetta að þeir fara að fela hluti fyrir okkur og þetta verður eins konar, mér liggur við að segja eins konar vítarhingur vondra stjórnsiða sem eru lokuð inn í. Og ég verða við, segja eins og vera, oft hef ég tekið eftir því hvernig að menn sem að lenda inn á alþingi og síðan inn í pólitíkinni, þeir virðast eins konar verða orðnir fangar í einhverju kerfi sem þeir eiginlega komast ekki sjálfur út úr. Og þetta tengist aftur því að við vitum það að margir af þessu fólki sem að lendir í að gera mjög ferlega vonda hluti, það var aldrei þeirra ásetningur, það er komið inn í kerfi og nú er ég ekki afsaka einn eða neitt, við erum brotlega, það breytir engu um það, en við höfum Íslendingar látið viðgangast þetta stjórnkerfi sem að leyfir þessa spillingu og við höfum tökum einhvern veginn þátt í henni með þessari neikvæðu afstöðu okkar til ríkisins. Nú, hvað þurfum við að gera? Og ég ætla að nefna þrennt og bara nefna 3 atriði og koma svo að stjórnarskráni. Eitthvað sem að ég tók nú reyndar upp hér strax ef við vorum